too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Áttfættu hlustendur, velkomin að Marvel tróginu, þar sem 160. þáttur tveggja á toppnum tekin upp. Fyrst og fremst í þeim yfirlýstu og góða tilgangi að ræða tímamótaverkið Spider-Man, Brand New Day. Glænýr dagur í Marvel heiminum. Heldur betur. Ég heldur við erum að hætta að kalla það tróg núna, sko. Já, við skulum leiða það til lykta þá þegar við getum samið við trógmannin, sko. En það var bara spoiler alert, þessi þáttur mun sennilega mestu lítið bara hverfast nýju Spider-Man myndina. Ég held að algjörlega nöðsilegt. Þetta bara, við vitum bara hvers vegna. Vinsast að myndi heimi, búin að slá met, áfram gakk. Og það er gestur. Það er gestur, við þurfum að vera að kynna. Stefán Atla Sittriksson. Gaman að vera með. Komin í annað skipti, var síðast í þætti hashtag 126, 12. november 2025 þegar vorum að ræða Frankenstein. Vá, takk fyrir að muni þessu. Já, ég fletti þessu upp í Excel-skjálinu. Já, vel gert. Þú ert náttúrulega með Excel-skjál, hann tótið með Excel-skjál yfir alla gesti. Elska þetta að sé Excel-skjál. Ég verð að sjá þetta Excel-skjál. Já, þú verður ekki. Þú verður að sjá þetta. Ég er mikil Excel-maður, sko. Já, nú ert þú komið 2 þar. Tölum 2. Já, herðu alltaf, þú varst held ég bara í síðasta þetta áttur að eitthvað að svona við eitthvað áhyggjur af þessari mynd og þetta myndi eitthvað klikka. Einmitt, já, ég hafði svona áhyggjur að hvað sagði ég síðasta þetta er svona lágstend mynd og ég held jafnvel að þeir farið svolítið svona aftur í Sony ræturnar, þið vitið að þegar maður sá náttúrulega bara stiklur það sem maður sást í rauðu ninjunar og fullt af einhvern vonduköllum og Skorpjón og alls konar og ég hugsaði bara er þetta að fara að vera þessi mynd eins og Amazing Spider-Man 2 sem var drekklaðan af vonduköllum, Spider-Man 3 sem var drekklaðan af vonduköllum Tobey Maguire og Andrew Garfield Tom Holland er náttúrulega búin að leika hana gæði 10 ár núna 5 ár síðan síðasta mynd kom út þannig að maður var smá áhyggjufullur það er bara hannig Hvernig fór þetta hjá þér? Heyrðu, ég er náttúrulega sem fyrirvara ætla ég að taka fram að ég er mikil aðdáandi Kongulómansins mjög mikil aðdáandi alveg frá því ég fór á Tobey Maguire Spider-Man 2002 Herru, þessi mynd er ekki tekin upp í green screen maður eins og hinnar 3 myndar Homecoming og Far Away From Home og No Way Home tóku eftir? Hún er tekin upp í alvöru það er alvöru ljósin takk eftir þessu Stefán, tókstu eftir þessu? Nei, pældi ekki hún var samt tekin ekki í New York veit ég þannig að það er eitthvað svona green screen en hún var samt tekin úti Já, úti og í stúdíum og þannig á settum Já, tekin í svona alvöru Mér finnst það mjög cool, ég satt með það Já, ég er alltaf sko að þetta sat í gegnum allan kreditlistan út af post-credit-serumni sko Já, vildu og þá sá ég sko að það voru þarna sko endurgreiðslur frá Kanada og Breitlandi og eitthvað annað þetta kannski verið tekið í Kanada Einmitt, það er vist eitthvað mjög erfitt Tom Holland segja sig það er vist mjög erfitt að fá þess að skjóta það í New York, fá leyfi og svona getur ekki lokað heilli götu og svona Þannig að en ég er sem sagt stórhrifinn af þessari mynd Brand New Day þú veist, ég meina mér finnst eiginlega vinsaldir þessari mynd að svolítið tala fyrir sig sko það er eitthvað bara persónuþróun það er þessi karakter, þú Spider-Man þú veist sem er bara geggjaður Kongulómarinn, Peter Parker fólk er að tengja hann hefur alltaf verið náttúrulega góð óreiðja en hún tekur hún fer yfir miljardamúrin skákar sko endgame sko það er rosalegt sko þetta er á 60 já, það er galið sko já, og þetta er bara talað bara sólin sé að rísa hjá Marvel og trógið sé aftur orðið gyrnilegt og það verið bara stuð í desember þegar Avengers, Doomsday kemur sko. Ég ætla að finna Arnar Tómas Valgeirsson í fjöru sem er alltaf að tala um Marvel trógið Ég ætla að finna hann í fjöru og hvernig þú gleipir við öllu úr því trógi gagnrýnilegust Stefán, hvað fannst þér myndina? Og þú ert að gefa okkur fyrirvara þú ert náttúrulega mikill Marvel aðdáandi Já, mér finnst frábær, mér finnst bara sjúklega gaman mér fannst
Sko, ég sagði byrjun besta Spider-Man-myndin. Ég ekki besta leikna Spider-Man-myndin. Og fyrir það sem þekki ekki þá ertu kvikmyndagerðamaður. Já, ég er kvikmyndagerðamaður og með kvikmyndafræði grána líka. Já. Já, hann með akademiska vinkili líka sko. Já, en ég var mjög latur og ég tók engar nótur fyrir daginn í dag því miður. Þannig að nú er ég bara að tala þetta er mjög rátt og óanalyserað. Eins og sér það tóti með mikið að glósum. Ég er mjög að byrja samnefnilega sko, en nei, það sem ég segi, mér fannst hún sko, fyrst var hún besta leikna, nú finnst hún ekki besta leikna, en hún er hins vegar uppáhaldi með núna. Mér finnst munur á besta og uppáhalds. Ok, hvernig þá? Uppáhalds til dæmis getur verið lélegt, en það er bara eitthvað svona, mann hefur gaman að því og það er alltaf lagi. Já. En meðan góð mynd finnst mér bara, allt er gott, þú getur ekki sett út á söguna og hún er ógeðslega vel gerð. Það er svona, finnst mér. Það er margar góða myndir sem maður ekki fílar, en svona gefur góða dóma. Hver er þá besta Spider-Man myndin? Ég held ég hlaði bara alltaf í Spider-Man 2 með Tobey. Og Doc Ock. Já. Það er náttúrulega rugglega góð mynd sko. Þegar maður getur alveg pota í hluti í þessari mynd sko alveg mikið fyrst mér, eins og vondukallana. Ég er hann svolítið þreyttur á hversu auðvelt það er að plata Spider-Man sko. Já. Hvað var það? Department of Defense, Department of einmitt, hvað heitir þetta aftur? Kannski við erum hlustandi við spillum sem hafa eitthvað áhyggjur af því. Við erum búin að sjá þessa mynd. Var ekki búið að vara í spillum? Það var tóti búin að Nei, það er náttúrulega bara það er bara, þetta er þáttur 160 og það er búið að vara við spillum þá 160 sinnum núna sko. Já, einmitt, þú ert að tala um þessa deild sem að sér að einhvern veginn að sjá einhver ofurhetju hluti. Já, ég með svona við spottum það bara leið að þetta væri vondukallinni sko í byrjumyndarinnar. Já, gerðu þið það líka? Ég verið að spá, er ég orðin svona ógeðslega glöggur? Nei, það var bara, maður fekk Spider-Sense bara, já, ok. Já. Og einmitt að Spider-Man hafi ekki fengið Spider-Sense þegar allir þessir menn sem ekki að vinna fyrir ríki beindu vopnum sínum að hann þegar Milchick úr Severance kom og talaði hann. Já, einmitt. Það smá og hann bara gúttir bara þeir nota vondukalla vopnin og er að byggja upp á nýtt. Já, flott, það fer aldrei illa eins og í fyrstu Avengers til dæmis, var það ekki þá þegar þeir voru með Tesseract og voru að búti vopn og eitthvað. Kannski á þessu nótum Tóti, ert þú búin að lesa mikið greinum myndina? Já, svona já, samt ég ákvaða ég ætla aldrei að koma jafn illa undirbúinu í þennan þátt þannig að ég er búin að lesa mikið af fyrirsögnum og kannski svona inngangstekstum og svona, ég er búin að skoða alveg helling samt, sko. Ég er búin að sjá, af því ég er búin að sjá þessu tegn sem Stefán er að segja, ég er búin að sjá 2 greinar sem fyrir svona bara Peter Parker needs to grow up sem er einhvern veginn bara þetta að hann einhvern veginn sé alltaf á samastað einhvern veginn í öllum myndum og láti alltaf einhvern veginn platta sig. Já, ég skilði, mér fannst þessi mynd að gera það vel á annan hátt, sérstaklega allt þetta MJ dæmi sko, að þau hafi ekki náð saman og að hann hafi þurft að læra að tala við þau aftur, það make sense. Að það var mér ákveðið svona að verða eldri. En sko hvað kemur fyrst að mynda svo blaði, 1960 og eitthvað 3 og hann er búin að vera að gelgja alla hennar tíma og hann er náttúrulega það er, ég held að það sem nú partur að því af hverju hann heldur alltaf vinsældum, hann er gelgja sko. En hann er allavega útskrifaður, hann er komin á háskólastig einmitt núna. Já, einmitt, en er búin að eyða þarna hvað í þessari mynd, þá er hann búin að eyða 5 árum í því að vera bara Spider-Man og gera ekki neitt annað. Já, og svona mjög svona bara svona basic Spider-Man, hann bara svona hjálpa löggunni bara í New York, bara svona og tuskaði mig til sem ég held að ég hef mjög gaman, ég held að kannski gerir þessa mynd svolítið svona spesa, hann er bara að takast á við svona bara B-class criminals, bara svona eitthvað svona venjulega bankaræningja og eitthvað svona pakk svona inn á milli, sko. Mér varst það einmitt geggjað. Já, það var svolítið, minnir að hann hafi svolítið verið í þeim dílingum í way back, sko. Ekki alltaf einhverjir Avengers, ofurhetjur, eitthvað Thanosar og... Er þetta ekki eins og hún, ég leina sagði í myndinu, hann er bara svona, byrjar að díla við small potatoes. Já, small potatoes, sko. Já. Einmitt, það er kannski eina svona atriði sem ég svona velti einhvern vöngum yfir, eða þú sem ég var sérstaklega svona, þetta með ég leinu, ég þurfti ekki að halda sérstaklega. Að fara í heitapottin með Florence Pugh. Mér er svona að vera tróðinni svona smá inn í myndina, fannst mér. Já, hún er samt þarna með tilgang, sko. Hún er náttúrulega greinilega að svona byggja brú yfir í þetta... New Avengers. Já, stærra flippið, sko. Já.
og alltaf skemmtileg sko, líka einhvern veginn að vera að stimpla hann inn, hún var bara kölluð Black Widow, hún bara búin að taka við af Natasha Romanoff sko, sýstu sinni sem var okkur allir mjög harmdauði náttúrulega í Endgame nákvæmlega, eflilega Ég samt skil gott hvað hann átt að koma á þetta sko, því að það var svona nett tilgangslaust bara það var smá svona, sundlaug en samt gaman til, hún var góð karakter í Thunderbolts þau sáu hana sáum hana og var mjög skemmtilega svo mynd vakti kannski ekkert svo mynd var alltaf ekkert að trekja fólk í bíó nefnilega, var ekki þú sem sagði mig fyrir vikuna að þau settu inn hana í myndina svo að fólk mundi eftir Thunderbolts fyrir næstu Avengers mynd sem var að koma hann í desember Doomsday það sem verður eitthvað svona eitthvað reunion á milli X-Men og reunion, það náttúrulega ekkert reunion eitthvað fyrsti hittingu bara X-Men eru, það má náttúrulega X-Men náttúrulega önnur svona Marvel stærð sem hefur ekki verið í eigu Marvel sko einmitt og það svona verið að víja þau inn í þessar mynd og ætla greinilega að láta sér kveða í Doomsday Magneto og Xavier og allir mæta einmitt ég bara, þú veist, ég var mjána með þessa mynd sko, þú varst hrifinn tótið já, ég mjána með henn sko, ég var náttúrulega að róa þig hérna í síðast hætti, ég var búin að ákveða þetta er bara geggjað sko þannig að hún stóð ekki alveg undir sko bara hæpinu sem ég var búin að búa til í haustum og sjálfum sko, bara, en mér finnst svolítið svona rugglingslega framanna og svona einhverju útúrdúra sem kannski skipta einhver máli en allt var þetta gaman sko og hann talaði að þetta setjum marg sem að henni sé að linna þessari ofurheitu þreytu sem er búin að hrjá bransan sko og það nú sánokstæður að vera taldar upp nokkar ástæður sko í fyrsta lagi þá eru bara allar hina myndinar með Tom Holland búin að vera ógeðslega skemmtilega og góðar sko þannig að það er svona ákveðin fyrirheit og hérna skiptum við náttúrulega leikstjóra það var John Watts síðast sem að leikstjóri þremur hérna þessum home myndum og þetta er hérna gæðin sem gerði hérna með ringina hérna Shang-Chi hvað heitir hann aftur? Hann heitir einhverjum þremur nöfnum en það skiptir ekki máli en hérna nei, hvað var ég að segja og svo náttúrulega eru sko, þetta er náttúrulega sko power couple frá helvíti sko Zendaya og Tom Holland sko þannig að sko þau eru bara ein og sér eru bara aðdrafdraf sko þau eru náttúrulega eiga sömarið með Odyssey hérna líka og Zendaya er ekki búin sko hún er líka í Dune sko og hérna myndin hérna með Pattinson The Drama hún er eina aðsóknumestu A4 myndum A24 hann er þau og svo er líka hún er svona jarðbundnari ef var hægt að nota það orð Marvel sko hún er svona dekkrið ekki svona meira alvarleiki og líka bara ekki vera eldast við eitthvað yfir náttúrulegt eitthvað tesseract eitthvað bla bla þannig að hún keyrir meira á persónum mér finnst líka búningurinn hans skemmtilega þegar hann er augljóslega í búning hann var aldrei í búning í síðustu myndum sko þú veist þegar við verðum að taka upp þetta var alltaf CGI sko það er svo margt annað sem gerir þessa myndi eiginlega svona flottari ég man eftir því maður fann fyrir eyrunum hans í grímunni það var eitthvað svona skot frá hliðin að tala við lögreglu konuna og svona finnum maður fyrir því svona wow, cool, þetta sá maður aldrei því að þetta var CGI áður einmitt og lögreglustjórinn er náttúrulega stórleikonan úr The Bear sem að, hefur þú séð það, Stefán? Ég hef ekki taugar í The Bear ég reyndi í ára þessu seri og ég bara ok, heyrðu þetta ég ætla ekki að nota þetta ég er ekki búin að horfa á Bear sko það er alltaf að minna með þetta regla Já, hún var svona alveg bara, hún hefur geta bara verið sko, hérna Lisa Cologne Sayes, heitir hún. Hún hefur alveg geta verið bara police captain í Law and Order sko, mjög svona lögguleg kona í þessu utverki. Mjög nett sko. Nei, en þetta var allt bara rosa gaman og rosa flott og ég verði aldrei og gaman til þess að njóta þess að horfa á Spiderman sveifla sér sko. Nei. Í hálóttunum sko. Líka, þetta voru geðveikt ógeðslega flottar sko. Senur sko, hérna að sveifla sér. En svona það sem að ítir þessari mynd svona upp hjá mér er náttúrulega bara Frank Castle sko. Mér fannst Punisher eiga stórkostlega innkomi í þessari mynd. John Bernthal. Eru þið búin að sjá hérna myndina sem var á Disney Plus? Já, 45 mínútna tryggingin. Er hún svona létt eða? Skemmtileg? Hún er ekki svona létt og skemmtileg. Hann er svo léttur og skemmtileg í þessari mynd sko? Ég veit það. Það er það sem ég hef alltaf smá að setja út á sko. Sorry, ég bara, veist, þetta, hann var svolítið svona
svolítið svona ekki alveg í Punisher hamnum sko, en ég bara orðin svo ég svo invested í Punisher sko, ég bara fíla þetta sko. Svo finnst þeimist alveg ógeðslega gaman að vera saman og leika saman. Þeir eru einhverju algjöru vinnir, einhverju perlu vinnir sko. Líkur náttúrulega líka saman í hinni Odyssey. Odyssey. Það sem að Byrne talar aftur svona einhver svona mentor hlutverki fræða Tom Holland litla svona hvernig lífið gengur fyrir sig. Nei, það sást að leikstjórinn segja sko, hann stundum bara leyft þeim þeir fara off script sko, eru bara að spinna og slatti af því að bara endað í myndina í final cutinu okay. Bara kemistri í sig alvöru sko. og svo langar mig smá að fara að ræða Sadie Sink sem hafa náttúrulega ótrúlega leynd sem að ríkti yfir hennar aðkoma þessari mynd ótrúlega hvað sem vel þeim tókst mátti ekki segja neitt hvað tókst sko voru þið alveg gapandi þess að þeirra komið í ljós að hún væri Jean Grey ég er náttúrulega sko það truflaði mér rosalega hún væri Jean Grey sko ég er náttúrulega á alveg mína ideal Jean Grey sko úr X-Men myndunum. Haldið þið að Hugh Jackmans Wolverine verði love interest fyrir hana? Ég vona ekki hvað er svona 50 ára milli þeirra ég vona ekki sko, mér fannst líka ógeðslega flott þegar hún var að hoppa svona milli fólks það var ógeðslega flott og þetta var svo geðveikur vondikall og það var svo mikil þess vegna fannst fyrir hlutin með henni alveg geggjað sko. Hún alltaf var rosalega erfiður andstæðingur alltaf. Og samt þegar sko, þegar hún alltaf fer inn í huga fólks fyrir þá sem ekki vita og þetta var alveg sko, þetta hefur verið gert áður sko. Það er geggjuð Denzel Washington mynd sem heitir Fallen þar sem hann er að díla við satanískan morðingja sem að getur sem sagt hoppa á milli fólk sko. Okay. Og það voru nákvæmlega svona senur það sem þú sér þetta bara, hann stingur af bara með að bara skoppa úr einni manneski aðra sko. En þetta var mjög flott gert sko. Mér er það svo vel sýnt sko, með því að í staðin fyrir að nota tölvutækni eða eitthvað þannig að nota leikarn hvernig þið notu bara svona, maður fattaði já, hún er að hoppa þarna á milli krampakippur þannig að alveg frábær Betty þannig sko. Já, fannst ykkur hennar saga svona góða? Nei, þetta er bara það sko superpower hennar er svo fucking scary sko. Þú veist, hún er eitthvað að hóta eitthvað hún ætla að gera MJ eitthvað miska sko. Getur bara að hoppa í hausinu og láta hann að drepa sig sko. Það er ekki nokkuð leið að vernda kærustuna sko. En hvað er Xavier eiginlega í þessum Marvel heimi? Hvað er hann? Já sko, er þessi vandræðastelpa Jean Grey, já hún eftir að fara í skóla Professor X eða... Það ekki, hún er svo ung mér fannst að vera að hinta því að hún er svo fárlega ung og það er bara mér fannst þetta alveg bara hvað getur verið að gera Jean Grey eitthvað krakka sem er villen ég var pirraður sko af því að ég dýrka hana líka hana man ekki hún heitir, Senja Onatopp úr GoldenEye, hvað heitir hún? En er þetta ekki premissi fyrir X-Men heiminum í Marvel að þú veist að muni ekki hvað þessi stelpa gerir, hún er að frista allar New York, núna þurfum við að finna þetta fólk. Og hver er búin að gefa þeim tæknina til að stoppa þau? Heimitt Spiderman Jú, þetta er introið á X-Men inn í hennar heim og allir góð með það og svo er byrjað að kasta eitthvað meira sko, man ekki hver er að fara að leika Emma Frost en það er svona verið að yngja upp gengi sko, það er svona Gen Z er að komast inn í hennar heim sko, en það er náttúrulega þetta er orðið svolítið gamalt þetta lið sko Robert Downey er eldri en ég sko Hann er eldri en þú, það er stafist Nei, sko ég einmitt, ég hef með einhverja pælingu vanandi sko að því að þeir kynna líka náttúrulega þessa stökkbreytingu í honum Mér finnst það kannski smá svona, hvað fannst ykkur það? Mér finnst það geðveikt nett en ég er svona velti fyrir mér, var þetta svona nýtt til hans ítrasta í myndinni eða svona kannað, explorað eitthvað, þú veist að það er ekki eitthvað dæmi í myndasjónum sem heitir The Human Spider eða hvað, það sem að verður full on konguló ég sá eitthvað, ég horfði á teiknimyndarsögunum frá 10. áratugum 2022 eða eitthvað þá er eitthvað svona storyline þar sem að hann einmitt þetta gerist
Konguló genið fyrir að taka yfir og hann breytist bara í Konguló sko. Og þá þarf X-Men einmitt að stökkva inn og hjálpa honum sko. Til þess að stjórna Konguló geninu eða hvað var. Já, ok. Ég smá fyrir vonbrigðum fengum ekki Tom Holland Það full on bara átta fótleiki En ég bara þakkláttur við fengum þessa storyline í sinni einföldu mynd með þess að geðveikt var ekki loka bataði með rauðu höndina þegar hún spyr hvort hann sé spider or man hann sé both og svo testur hann að stjórna þessum kröftum og sigrar hann rauðu höndina Já, þetta var allt ágætt sko og svona líka þetta bara þetta hann alltaf fríkar út sko þetta hann fyrir bara að skjóta vefnum líffræðilega út úr sér eins og hvað Andrew Garfield gerir það ekki Nei, Tobey Maguire já Þeir voru einmitt að grínast með það í síðustu mynd Það vil ekki ræða þetta Mér leiðist alltaf þegar hetjurnar mínar fara í krísu sko þannig að þetta var svona geta láta pyrra mig að hann væri ekki bara í toppformi, en þetta líka hann er að þroskast þetta svona, ég leita á hann verður bara hrista sér gelgjuna sko hann verður bara menna Mér fannst líka premissi sko ég keypti premissi algjörlega að því að þetta gerist náttúrulega eftir að hann sér þau fyrir eitthvað partí er það ekki ef ég er að mynda og sér svo að afsaki orðbræði að erki fíblið gamall svona eitthvað lúði sem var með honum í skóla sem var alltaf eitthvað svona smá Flash það var bara, þetta átti að vera hann ég fatt að það ekki nei, þetta var hann þú veist, hann er bara búin að elda svo mikið leikarn bara síðan í Home myndunum hann er byrjað að deyta MJ þú veist, þetta var bara þú veist, I took that personally sko, hann er í salnum maður bara svona, þú veist, tilfinningarna voru mjög real, mér finnst það svona áþreifanlega í myndin, það er líka að gera þessa mynd svo góða Hvað átt að líða langur tími á milli mynda núna? Alvöru 5 ár Alvöru 5 ár? Já, 5 ár eins og hjá okkur Í rauntíma Þannig að hann var að láta sér leiðast í 5 ár eða sakna MJ En þau voru samt að komast inn í MIT í byrjumyndarinnar Þau voru að klára Og þau voru búin með 5 ára master þá myndi að mega sens ef þú tekur sko 3 ára grunn 2 ára master Þú veist, þá megar þetta fullkomlega sens að þau klári akkurat Ok, ég tek því En þá var fyrir smá skrítið að Spiderman hafi ekki einhvern veginn andlega undirbúið sig að eftir 5 ára kannski væri komin annað gæi í lífi hjá MJ Einmitt Er ég að vera á núna? Svo má líka bara velta fleiri steinum sko, þú veist, langaði Peter Parker sem ekkert eðlilega gáður þú veist, ég veit alveg að hann var með byllandi samanskapið út af Frankusinu sem dó og svo framvegis og allir glemd honum en akkur fór hann ekki bara í einhvern drasl háskóla Ég veit ekki Hann hefði alveg getað gert það, farið í Stony Brook þú veist, á Long Island eða bara einhvern háskóla, skiljið Þetta var ágætt og svo náttúrulega kemur payoff í restina þetta skiptir máli í loka uppgjörinu að hann er búin að þroskast, breytast mjög gott Einmitt. Hvað fannst ykkur þú veist, svona dramað í myndinni ástarsöguna milli hans og MJ og hann og Ned líka það þeir byggðu alveg þá til að síðustu bara mínúti á myndinni með að láta þá einhvern veginn Já, það er ekkert einu svona víst sko þó að það verður eitthvað kennsl það er ekkert víst að Ned muni neitt endilega eftir Peter sko það getur bara verið vöðvaminni bara, þessi kveðja Ég sagði það líka, einmitt, vöðvaminni bara, og svona það er ennþá opið en minna þetta er bara búslega falleg saga og ég minnst ekki svo vænt Zendaya og Tom Holland og þau sem hjón að ég var alveg bara væminn sko, 2 og 3 var yfir þessar mynd næstu því að fara að tára sko Ég líka tekið það bara mjög alvarlega Þið hefðu ekkert þið verið að skrifa þessa mynd bara láti MJ vera strax ástofngin á honum þú veist The Spider-Man og hann vil mig og jú, maður er örugglega freistað til það sko Þetta er svo gott, þetta er svona Ross og Rachel Já, Tóti, þetta er svona, þú veist Já, mögulega Núna vera, þú veist, nú vil ég allir sjá næstu mynd þegar nú vil ég allir sjá þau byrja saman aftur Jú, það lítur að vera alltaf the ultimate goal Nei, svo þarna miðbygg myndar sko þegar Jean Grey er komin í hausina á Zendaya og þau kissast sko þetta er geggjur sena og svo er alltaf bara sko höggið þegar hann fattar að hann var ekkert að kissa MJ sko en sko upp að því þetta bara fer alveg bara við hliðina á á hvolfikossinum úr Raimi myndinni sko þegar hann
seig niður á kolvi og kisti hérna MJ legendary atrið. Það var ógeðslega fallegt og svo bara alveg hræðilega tragist sko. Þetta hérna bara, það fullt af alveg bara solid momentum í þessari mynd. Mér fannst það nefnilega gott að þau náðu ekki saman sko. Mér fannst það mikilvægt sens sko. Það gerir þetta bara miklu dýpra Af því að þau mununa saman, það ekki það? Augljóslega. Hvað var þetta samt ekki stelpmann sem bjó í húsinu þarna, var þetta ekki Gwen? Það var alveg ljósar sem talaði við þegar hann fór í fötin hennar það var geðveikt sko. Já, það er líka skemmtilegt, það var alveg smá húmor þó að vera mjög svona dimmir undirtónar ég meins að þegar hann eðilega brúðkaupið þarna þú veist, lendi í rúðunni sko. Það var mjög gott sko. Fundu þið fyrir hérna svona Marvel Brandornum sem er svona ákveð enginni? Mér fannst já, einhver leiti, það ekki það Ég pældi ekki í því sko fyrir þú fórst að pæla í húmor núna sko. Já, en mér fannst á einhverjum tíma að hugsa, heyrðu þarna hefði verið hægt að setja inn eitt svona Marvel-kvip en þið gerðu það ekki man ekki alveg momentið samt og svo náttúrulega Bruce Banner hérna líka og Hulk og það var líka svona eitt atrið sem var þegar Peter Parker verið að hitta Banner sko, svona, já ok bla bla eitthvað sko en svo fannst mér nú bara svolítið illa að fara með Hulkin í þessu öllu saman sko hérna. Fannst það? Bara enda bara keðhögra heli og bara skilin eftir þar sko. Það var ekkert að leiðrétta það ég var bara svo sáttur að fá ógeðslega skeri Hulk það er mörg ár síðan hann var síðast í mynd já og hvað þá sem einhver svona skrýmsli hann var alltaf eitthvað smart Hulk og síðast sá hann í hérna She-Hulk þáttunum með sinni sínum, hvað er hann? Þar á undan var hann smart, þar á undan var hann getulaus þar á undan var hann Hulk í 3 ár þetta er orðið ansi langt síðan en ég pældi ekki sko, ég var bara svo glaður að fá eitthvað svona gráan og skeri Hulk, ég pældi ekki í því að húsbandur fór að geða því græli en bara Punisher neldi þetta fyrir mig sko já, hann skýtur náttúrulega Spiderman Sniper er hann aðeins helviti svo líka þegar hann er að hjálpa honum að lauma sér að spýta hann sko, því að Bernthal er náttúrulega mjög takmarkaði leikari sko, þá var hann byrjað alltaf eitthvað að rimja sko, mér fannst ég held að hann að vera að gera mjög meðvita grína sjálfum sér túlkun sinni á Frank sko, ég sé smá spurningamerki við Spiderman að vinna með fjöldamóringja eftir að hafa séð hérna One Last Kill sko, þess að mann er bara þetta er ótrúlegt hvað þetta er brútal 40 mínútur og náttúrulega Netflix-seríunar á það ekki að vera alltaf þessum heimi líka það, ég man alltaf hérna í loka atrið fyrstu sinna Punisher þá held ég að það ekki andlitið á mótikallinu og brjóti speil og svo dræja hann andlitið niður speil þannig að glerbroti fara alltaf inn í og að sjá hann núna bara eitthvað svona kvippa í Marvel hey kid reynda blóta spætti maður hendur hérna vefri í myndinu á honum það var svolítið gott þegar hann saggaði neyri í fokkinu hjá honum nei, hann er líka sko allavega þá er hann komið með softspot fyrir þetta kid sko en ekki ég fíla þetta mjög mikið en ég þess smá spurningamerki við að hann vinni með morðingjan þeir eiga náttúrulega svo langa sögu sko, Spider-Man og Punisher náttúrulega kynntu til leiks í Spider-Man blaði sko og Daredevil hefur líka styrst að brjóta á dálæti sinu og vinna með þessum fjöldamorðingja sko hann sé nú líka svona prinsipmaður hann Matt Murdock en þeir eru ekki alveg að góða vinni samt Nei, þetta var stuð líka svona að fara sko byggja Frank Castle að passa MJ sko, mér varst það alveg svo ég sé á netinu að fólk er eitthvað hneyslast á því hvernig hún dettur í huga og treysta Punisher fyrir MJ Punisher er ekki þekktu fyrir að drepa saklust fólk bara alveg solid gæi og hvað fannst einhvern að hún finnur brefið og allt þetta það var að gera já, nefnum þess að gott hvernig það gerist því að hann alltaf var að gera hellingar gleymi bara brefinu í bátnum ég kaupi það það duði heldur ekkert, það duði ekki til bara sorry, bara elskaði þig ekki neitt þekkið ekki einmitt, hvað það gegga já, ég ætlaði hann að sko með leinigest tóti inn á þátt hvað lístur það? Það er frábært er það ekki góð tími fyrir það? Ég ætlaði bara að gera reyndar sko bara símleis, ég veit ekki hvort það gangi sko en þú veist, það er aldrei að vita nema að það gangi upp ok, þetta er styrla spennufaktor, svarar leinigestur já, svarar hann ekki já Arnar Tómas Valgeirsson
Lesaður, maðurinn sem að fann upp Marvel-tróið. Marvel-tróið, já, hinn einu sannig. Og hvað, þú ert ekki búin að sjá myndina, þú gerir 3 tilraunir til að komast að tróginu, en trógið sem að þú fordæmir oft var svo vinsælt. Ég var tróðinn niður í leiðinni á tróginu, sko. Hvað gerðist? Herru, ég kom heim úr vinnunni í gær. Þið vorum búin að alltaf prata með hana þátt og ég hugsaði að ég verð nú að reyna, kíkja á hana. Og það bara voru allar sýningar sem ég tjekkaði á, sem voru kannski ykkur 6 eða 7 talsins, voru bara smekk fullar. Já, pældi því. Og það var bara 2 og 3 klukkustunum fyrir sýningu, sko. Já. Pældi því. Á hvað? 3. degi? Já. Einmitt. Það var ekki lægi, sko. Viltu eitthvað að draga tilbaka fyrir viðlýsingar þínar Marvel-tróið? Já, ég ætla að skrifa bréf sem að voru lesið upp í næstu þætti. Stikir, byrjar að semja það? Ég veit að ég bara, ef þú getur gefið mér ábyrgð fyrir því ég fái mína synda aflaust þannig að þeir hafa móka Svo náttúrulega gætur þú ert ekki búin að sjá þetta, þú ert ekki búin að leggja dóma á þetta, kannski finnst þér hún ömuleg og bara minni á því fornkvenna 600.000 biljón skrifum flugur get ekki haft rangt fyrir sér, ég ætti skít fjöldin þarf ekki endilega stíða það þetta sé frábær mynd En hvernig fannst ykkur? Hér mjög almenn ánægja við þetta borð og þetta er að besta sem að hefur komið frá Marvel í mörg ár En ég ætla að bera aðeins blak Marvel, Sony ég ætla að bera blak að þér, Arnar, ég ætla að koma þetta varnar þú ert nú vinnu minn Já Ég held að þetta bara sýnir að áhugin á persónum er það sem trekki fólk að í bíó það er bara frábæra persónur í þessari mynd hinnar Marvel myndina sem eru búin að koma út undanfarna ári eru bara með einhverjum ofurhetjum sem að fólk bara hefur minni áhuga á það er ekkert flóknar að það ég er ekkert endilega viss að sé almenn ofurhetju þreyta ég held bara að fólk hafi bara áhuga á Captain America, Iron Man Hulk, Thor og Spider-Man listin Já, það voru ekki margir sem fóru að sjá The Marvels var það? Nei, það var ekki alveg Nei, og bara enga Marvel mynd, hvað var það í fyrra sem það var Thunderbolts, já, og líka Rauði Hulk Captain America A Brave New World Líka Fantastic Four Líka Fantastic Four Fólk bara hefur ekki áhuga á þessum bara persónum Nei, þetta voru ekki af góða myndir það er náttúrulega bara Og ekki heldur það, náttúrulega Og ég sá náttúrulega Kevin Feige er búin að viðurkenna að Fantastic Four hafi verið vonbrigði og segir að nú ætla þeir að einbeita sér meira að gæðunum Þeir gerir það alltaf en þeir hafa verið með svo marga bolt á lofti og þá hafa verið að smyrja svolítið þund shit Ég bara er ekkert viss þú getur endilega gert eitthvað það frábæra myndum Fantastic Four ég ætla bara að henda þess fram að það er búið að reyna nokkuð oft nefnilega og Spider-Man er bara auðvitað, þeir geta alveg klúra Spider-Man myndum og hafa gert það allan á 2 ár en þetta er bara svo frábær ofurhetja það bara kemur fram í þessari mynd Já, ég meina ég hef ekki séð lélega ég hef náttúrulega séð með þessari, hvað eru þá konar margar á minni listi 10 Spider-Man myndir eða eitthvað sem að koma út 3 með Tobey, 2 með strák Garfield og svo er Tom Holland búin að leika Spider-Man 7 sinnum núna Já, er þetta ekki 4. myndina? Jó, 4. myndin Það er 9, svo erum við teiknuð líka Spider-Verse Það eru 2 þar, 11 og svo erum við sjónvarstáttir líka, Spider-Noir Já, það er gott Nicolas Cage, það er mjög gott Já Nei, ég held að það sé alveg til eitthvað þetta er bara iconic ofurhetja og þetta er mest iconic ofurhetja bara heimsins og það er bara af ástæðu Nákvæmlega, Spider-Girl átaldari sens Spider-Girl, ég meina Supergirl Madame Web Madame Web, já, hvernig Já, nei, Arnar, við vildum bara ríkja líka stórmerkilegt að þú hafir ekki komið til bíó Já, það er náttúrulega Já, mjög stórmerkilegt Já Og fyrir vikið, Oddur, þá var ég búin að lofa þér að þegar að Doomsday kemur í bíó það verður mín syndaflaust, þá skal ég fara með þér á hann í bíó og þú getur mætt í sínum Marvel jakkafötum og ég skal mæta þarna með skarlatsbrefið á bringunni Ég held að það sé ekki myndin sem að muni þess verði fyrir Ég gerir fastlar á fyrir því að hún verði jafn góð þessi mynd það var hérna trailer úr Doomsday á undan Spider-Man og hann náði alveg að peppa mig Já, líka bara mér er alveg sama hvað Robert Downey er að leika ef hann er á staðnum þá er ég sóld ég er náttúrulega alveg ég kannski er fáari trómaður en Oddur en
Tóti satt þarna í salnum og benti á skjáinn. Ég veit hver þetta er, ég er búin að sjá allar myndirnar. Ég sá allar myndirnar, ég veit hverju allir eru. Náðu þessum Marvel brandara? Já, þessi var svolítið góður maður. Þeir beint í Facebook-grúppuna og spyr fólki hvað þeim fannst þessum brandara. Hvernig fannst ykkur þessi? Skilduðu hann? Ég skildi hann, þannig að ég er búin að horfa á allar myndirnar. Arnór, þú fer algjörlega á kostum. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Það er náttúrulega bara geggja samt að þú hafði ekki komist fyrir fjölda og það var helviti þéttsetinn salurinn þegar ég fór og þetta er bara búið að vera núna. Bara það bíóin eru bara að lifna við. Já. Þetta er besta, sko, árið er rétt hálna og þetta er besta árið í bíó frá síðan fyrir COVID, sko. Það eru komnar fjórar myndir komnar yfir milljarðin, sko, og Odyssey fyrir að detta þangað líka. Þessi stúdíó er náttúrulega líka bara búin að halda að þeir getur komist upp með að sína þessum zoomerum hvað sem er og þeir bara láta ekki bjóða þessu hvað sem er. Nei. Svo þeir fara bara að gæra stöð. Já. Þannig að það er bara kannski vonandi að verður einhver vakning. Sem verður örugglega ekki. Það er aldrei vakning í Hollywood. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Arnar Tómas Valgeirsson. Herðu, það er bara góðu strákar. Við ætlum að sleppa þér og við ætlum að halda áfram að tala um trójur. Yes. Það er að tala um. Thank you. Sjáumst. Bye. Það var gott. Alltaf gott að heyri. Ómissandi innlegg í alla Marvel umræðu. Já, það er einhvern veginn þannig. Heiður að fá að vera í Marvel hætti með honum líka. Er það ekki? Hann er alltaf gaman að heyra honum tala um Hann er ótrúlega. En við erum svona áverið punktur þetta með trójur sem ég kallaði ekki, superhero fatigue. Óriðu þreytan, já. Það er svona rétt með persónu, sko, af því að mér allavega persónu undir síðustu ár hef ekki verið þreyttur og sjá nýtt superhero stöð, sko. Eins og Invincible og The Boys. Man horfir ennþá á það, sko. Invincible er náttúrulega veikið þættir. Bara ótrúlega gott stöf. En það er bara það sem er minn hæsta svona evidence fyrir að ég alltaf til nýtt superhero stöf, sko. Ég bara velti vinn með eins og bara Captain, þú veist, en ertu alltaf til nýtt og rauð stöf, þú veist, Captain America, Brave New World. Það baða enginn þessa mynd. Nei, það hefur enginn áhuga á þessum karakter. Þessum eða það hefði ekki gott handrit, það hefði verið geggja. Ég hef alveg keypt þetta hefði verið gott handrit, en þetta var svo leiðilega. En ég velti fyrir mig, bara getur þú skrifa gott handrit Falcon? Ég hefði maður Er þetta eitthvað áhugur persóna? Þetta er fyrirtæki með Guð veit hvað sem mikla peningar, sko, þú geta alveg bara fresta þessu aðeins og gert betra. En þetta er eins og þið voru ekki að segja núna bara með Kevin Feige, þú voru að gera mikið, whoops. Bara líka það að viðurkenna það, sko, náttúrulega búin að vera að keyra á þetta bara nokkur ár, bara að dæla út sjónvarpi og svona alls konar myndum, sko, og bara horfast í augu við það bara. Já, nei, ég býst því bara til að svara sjálfum mér, ég menna, ætlum við getur ekki skrifa gott handrit. Jú, það er að gera gott eiginlega úr öllu, sko. Fyrir þú veist 15 árum, við varum drullu saman Captain America. Það voru myndirnar sem hann fekk með að fá áhuga á honum. Já, en það er hann í grunninn ekkert með spennandi ofurhetja. Nefnilega, hann er Superman en þú veist, bara þú veist 1% Superman. Hann hleypur skjöld. Já, hversu leifur einhver skjöld. Ég maður, þú veist, fyrstu trailerinu fyrir fyrstu Captain America, það var skjöldur einhverja byssu og ég bara, ég vil þetta leif mér, ég nenni ekki að horfa þetta. Svo var hann bara góð, First Avenger. Nei, svo líka þessi mynd, Brand New Day hún er heldur góð, mér finnst líka, sko, það 5 ár síðan síðast, en það var bara helvíti góð mynd. Þetta er alveg tough act to follow. Þetta var náttúrulega því líka veistlan þarna, þegar það voru 3 Spider-Man og kannski ekki tíminn líka að útskýra okkur svona margir að fara á þessa mynda 5 ár síðan. Jú. Já. Kannski. Já, einmitt. Og þó að þetta er náttúrulega, sko, líka ofurhiti þreyta, þetta er náttúrulega bara það því fókusin er náttúrulega alltaf á stóru myndunar, DC líka, sko, þetta eru fókdýra myndir og þegar það er, sko, standi ekki undir sér, þá náttúrulega er það ekki, veist, þá náttúrulega fókusin á það, ok, þetta er búið, ofurhitin eru átt, sko, svo bara leiðu þetta gert almennilega, þá, veist, fólk er ekkert búið snúa baki við ofurhitum, veist, það er ekkert þannig, sko. Einmitt. Og ég har bara talað að það sé bara bjarti tíma framöndinu Marvel, sko, því að þetta er náttúrulega bara hittari, bara á 60 bara, peningurinn komin í bankan og allir kátir, sko. Svo er það Doomsday, ég skal hundur heita ef hún klikkar, sko. Þetta verður alveg partí, sko. Ég hef ágjur á henni. Já, þú hef ágjur. Þú veist, nei, menn það verða þarna allir hún er hlaðin fólki. Já. En
mun ekki samt hafa meiri ég veit ekki, kannski ekki Er þetta ekki svona neikvæður? Nei, ég bara að segja, ég bara að hugsa upp átt sko. Já, og svo það Doomsday og svo náttúrulega búið að plana líka Secret Wars sem að kemur þá og svo Black Panther 3 þetta 2 ár var Sinner skæin Ryan Coogler funn heitur sko ætti að vera gott Black Panther var frábær Black Panther 2 var ekki góð Nei varst þú fín Svolítið óeftirminnileg Ég man að mér fannst hún allt í lagi en svo bara var hún búin og maður hugsaði ekki hana meir svona, núna þegar mér hugsa tilbaka þá finnst mér við að fengi svona svolítið Iron Man 2, Thor 2 tímabil og öðru myndir sem að þú veist en þú veist, núna í dag ég get til að horta á það eftir bara svona heilalaust sko, ekkert þú veist ég held nú að Brave New World sé sem ég vil ekki horfa á aftur Nei, það sko náttúrulega bæðir hann Anthony Mackie náttúrulega bara ekkert sérstaklega sterkur svona leikari sko, eða ekki þannig og líka bara eitthvað breyta Harrison Ford í einhvern rauðan hulk náttúrulega bara, þetta var eitthvað svo illa undirbyggt allt saman sko. Já, þetta var ræðileg mynd Það er bara sko, svo náttúrulega kom nú bara eins og kom í endan á fyrstu Superman-myndinni bara Spider-Man will return sko og náttúrulega ekki víst endla að það veri Tom Holland þó að það er svona líkur á því en Feige segir að nú ætli bara senda ég og Tom að taka sér langt frí Er það? Já, þau ætla að gera það, þau eru bara að fara í Chile sko Já, ok, sko ég vissi að Zendaya ætla í Chile hún er alltaf búin að leika í bara annar hverju mynd sem kom út þessu ári Ég ætla einmitt að velta þessu upp með Tom Holland sko af því að hann er sko hann á afmæli í júní 1996 hann er 30 ára gamall hann er að leika gæði sem er hvað 20 ára þú veist, og er einhvern veginn hann er svolítið fastu, finnst þið ekki það er mikil umræðan þetta, hann er bara fastur í svona hluturkum þar sem hann er að leika eitthvað svona ungan mann eða ungan strák sem er einhvern veginn ekki að læra neitt, þú veist, Odyssey núna í þessu hluturki, hann er búin að vera í þessu hluturki 10 ár núna, engin við lengur heldur en hann í Spider-Man hluturkinu en ég meina með þessar ótrúlega tölur, aðsvona tölur ég meina, getur hann að losna úr þessu hluturki? Marvel hýttir bara að halda piss upp að haustum hann er alltaf búin að segja að hann sé til að leika Spider-Man jafn lengi og þeir vilja hafa hann sko, það líkur fyrir en ég held að bæði hann og Feige er samt búin að segja að það sé komið plan sko. þeir eru byrjaðir að leggja draugin að því að kúpla honum út sko. Já, ok hvernig sem þau gera það og svo náttúrulega, veist, maður beið og beið gegnum allan helvítis kreditlistan til þess að fá post-credit senu sem er náttúrulega svo ódýrasta sem ég sé hinga til sko. en mjög merkingabær og það er allir að greina þetta í tætli sko. Þetta var sko, Secret War við sjáum hann svona tölu þetta Spider-Man trackerinn sem getur séð hvað Spider-Man er og þetta er svona rafrænt og hann er komin off-earth hann blikkar utan jarðarinnar Þetta var Secret Wars refið, ekki það? Jú, en er þetta app til í alvöru? Þeim munu 100% hafa búið þetta til í alveg Mér finnst það líklegt sko. Já, markaðsdeildin er alveg að klikka hún sér ekki það Nei, allavega svo sko, er náttúrulega líka eitthvað leynd yfir því það er ekkert komið fram hvort að hann verði í Doomsday Nei Hann er ekki á kreditlistanum ennþá allavega og sjálfsagt ætlaði nú að reyna að vera með eitthvað svona kannski geimaðar hann bara fyrir Secret Wars mögulega sko það er reffin í þessu sko ég bara svona kera tilfinningu hvernig hann hefur talað í viðtölum og hvernig það gekk með þróun á þessari Spider-Man mynd sko af því að hann er 5 ára milli mynda og mér finnst rosalega eins og að hann hafi sko all the power því að hann er frábær Spider-Man og auðvitað vilja bæði Disney, Marvel og Sony haldunum. Og var hann ekki eitthvað að tala eftir No Way Home að ég er ekki viss hvort við eigum að gera 4 myndir. Einmitt, og hann er búin að tala að þau hafi verið að vinna mjög mikið í handritinu og þau vilja gera næstu mynd rétt og það er erfitt að fylgja No Way Home. Og þess vegna held ég að hann er auðvitað ég bara að tala út á tilfinningu. Það hljómaður sem hann sé með sjúklega einhver svona opnan samning sem er bara svona hann getur ráðið miklu. Ég meina hann fóð bara í Odyssey. Já. Hvernig var þetta eftir? Hann var bara, herri, ég ætla að leika í Odyssey. Já. Og þannig að þeir frestuðu bara einhvern tökum á þessari mynd. Einmitt. Er það ekki? Er þetta ekki eitthvað svona hints að Tom Holland er svolítið svona
running the show hann var alveg bara, please ekki þetta Já, einmitt, já, þú veist, ef hann hættir þá erum við bara að fara að fá einhverja Sony illmenna Spider-Man myndir Því maður velti fyrir sig, þú veist, Timothy Chalamet sem svona cirka jafnaldri hans hann er hann ekki búin að sína miklu meiri breidd svona sem leikari, ég bara, þú veist, upp á Marty Supreme og einhvern fleiri myndum sem ég man ekki akkurat núna en þú veist, Tom Holland minnst að vera alltaf eins og senda ég líka, einhver leiti ég velti þessu fyrir mér ég get líka trúið núna ef við ætlum að taka þessi pásu frá Spider-Man að það sé kannski af því að Tom Holland eflust langar að gera eitthvað meira ég veit ekki eitthvað fullorðnara en orðað hannig eitthvað Óskars dæmi og svo, Þú talaði bara rækkat á mig, ég hef ekki hugmynd Nei, og þó var ekki endla fullorðnar þetta er alveg þungu kross talið bara Sean Connery hann var alltaf bara sturlast yfir í að vera bara alltaf tengdur við Bond en þá var náttúrulega bara bretta menn upp ermar og hrista af sér ímyndina Connery náttúrulega hans er ekkert minnst bara fyrir James Bond í dag Nei, það er alveg rétt en ég er bara svona sem þau veit að þegar ég er svo mikil Spider-Man aðdáandi vilt hann hætta aldrei ég vil aldrei veitir hvað ég vil næstu mynd ég vil að Ned missi eitthvað nákomin sér eða eitthvað út af Spider-Man eða eitthvað ég vil að hann breytsi Hobgoblin ég vil Hobgoblin mynd ég er bara ekki tilbúin til þess að missa hann yfir í vondalið Nei, ég frábær ég vil Hobgoblin mynd leikarinn Jacob Batalon bara frábær og Ned bara ógeðslega likeable sidekick hann er svo frábær það er svo gaman að fylgjast með hann Spider-Man ég er búin að sjá hann í hverjunu ég jóp út til app en líka þetta ég veit ekki, kannski vantar eitthvað upp á dýftina eða breytina hjá þeim hjónum en ég náttúrulega hef ekki séð Euphoria en ég sé að það verður dissa Zendaya fyrir alltaf eins en ég meina hún er samt MJ er ekkert í Euphoria Nei, og mér fannst það reyndar og bara einmitt til þess að aðeins þá einmitt bera blaka á henni sérstaklega Euphoria sería 1 bara hún er stórkostleg sýnir stórkostlega leikmennu þar sem hún er að leika fíkil, þú er ekki séð Euphoria Nei, ég ekki Premisi, ég geðu ekki þættir, mæli með þeim þriðja sér er líka góð, hún er smá skrítin gerum sérstaklega hatt með Dóru Júli fyrir nokkrum vikum, mánuðum og hún er bara að leika fíkil sem er bara að brenna brýra að pakka sér stöðugt og er á öllum skala tilfinninga rófsins og hún púlar það algjörlega þannig eiginlega tekja þetta tilbaka Zendaya Svo varstu ógeðslega ánægð með Challengers tennismyndina með henni mjög góð Svo varstu líka að hrósa það drama fyrir nokkrum vikum síðan en Tom Holland hins vegar engin breytt hefur séð þarna Devil is in the details Devil all the time en ég sá hins vegar Umbrella Rihönnu dansaðriðan sem hann tók fyrir Zendaya í einhverjum svona skemmt þetta geggjað hefur þú séð þetta? Nei, þú er bara þau Zendaya, hún er bara hún er algjörlega búin að ná mér ég er bara svona barmið þess eiginlega bara tilbyða hana hún er svo ógeðslega sjarmerandi og bara þetta fallega en það er ekki issue það er bara hún er með útgeðslun sem er ótrúlega Ertu búin með Euphoria? Nei, ég hef aldrei séð neitt í Euphoria Tóti, Jesus, þú hatar að horfa ég hef ekki taugarið Nei, og ég hef sömu tilfinning líka með Tom Holland þetta er bara, ég held að þetta sé alvörunni gott fólk og það skilar sér bara til miljóna tuga aðdáðandi áranda bara, Svo er Tom Holland bara breskur Speaks with an accent bara breskur hvað þú veist bara, þeir eru alltaf að leika bandaríkjamenn Nei, ég er svo sammála ég er ekki mikið fyrir að fylgjast með eitthvað svona stjörnupjörum en Tom Holland og Zendaya þau eru svo sætt saman ég meina maður heldur með þeim ég byrjar að kvíða fyrir því að þegar þau munu í vænsjólinu alltaf hætta saman að skilja heldur það muni gerast er það ekki bara þegar þú er fjórskilin sjálfur? Jú bara fjóru sinum er það ekki fyrst það eru glóta Nei, þau gæti nefnilega það er alveg til dæmi rosalega endingagóð hjónabönd í Hollywood ég vona að þau verður bara svo Kurt og Goldie og Paul Newman og Joe Woodward Nei, það er eitthvað við þau þetta er bara, ég held að þetta sé bara heilar manneskur En tóku í alvörunni ekki eftir hvaða er
munur á svona myndatökunni í þessari mynd versus hinum 3 myndunum hvað lítið af green screen í þessari mynd með við hinum og hann var í alveg í búning og svo framvís tjekki á þessu ég blindur og allt svona ég þarf að setja eitthvað ég bældi í búninu sko leiðum að sér þetta þá sér maður þetta sko. Ég var eins og mjög hrifin að því hvernig þið endursköpuðu hérna svona covers á myndasögum í mörgum römmum með vonduköllum geðveikt meira að segja sko, ég held að segja eitthvað hvaða vonduköllum tóku þér aftur? Eða var það Scorpion, það voru með hérna hvað heitir, Tombstone held ég hann heiti það heitir hann Tombstone var það gæði með hárið? Grár ég veit ekki, hann er grár og sterkur svona held ég að það er líka sko endurskapa sko, ég veit ekki hvað þessi cover eða rammi þegar Punisher kemur inn með Spiderman á hérna sjúkrahúsið það var það bara svo klift myndasög sko held ég já þetta gerist í myndasög og hann skaut hann óvart ég held að hann skaut hann óvart ég man ekki hvernig það gerist en hann skaut hann óvart, ætla ekki að gera það og bara beint upp á spítala ég ger þetta, fokkað upp, hjálpa mér svo held ég að Captain America hafi lamið Punisher í spað eftir það sko þegar hann var svo pyrraður herru, þetta minnum á að því að myndasögur eru svo mikið svona telenovela dæmi X-Men 97 er að horfa á það? Ég talaði um þetta síðast þætti sko já, mér langar sko ég bara málið, ég kemst ekki gegnum upprunnu þættina sem kom út á 10. áratunum það er þess ekkert en mér langar svo mikið að hafa séð allt ég get ekki byrjað bara eitthvað svona í miðjuna þetta er úbernörtismi, þú getur að víst þetta eru glænið þetta sko, áður en ég horfði á Markónu middl 9 þá horfði ég á allt gamla þetta er alveg, já, þetta er svona ég tengi alveg við þetta sko það er svona sem ég horfi ekki á allt þess að Tóti horfði bara Law and Order ég held að segja hann horfði The Bear segja hann horfði á Euphoria eitthvað hann er bara að horfa Law and Order já ég held að við séum að fara að byrja núna þetta er vænlega í lók er þetta byrja í hausta? já, það er ekki fyrir í október sko en ég held að það sé örgulega season 27 og því að ég átti nú í gær voru 27 ár síðan ég byrjaði blaðamennsku sko herru til hamingju það er meiri hamingjan maður nei og það er að ég hef sagt á við Olivia Benson erum svo búin að vera jafn lengi on the job sko hún er búin að vera í 27 ár þá í Law and Order í kynglæpa lögunni myndu, er þetta þú sé allt Law and Order já er þetta allt bara svona helst í hendur það sem gerist í seríu 27 hefur nei það er eitthvað sem seríu 1 sem hafa áhrif á það nei. Ekki alveg svo metnaða högt sko remember me, my name is Paul you locked up my brother Timmy það er samt stundum alveg verið að tegja sig og náttúrulega crossover á milli náttúrulega original Law and Order og SVU og allt það en ég veit ekki, ég er náttúrulega sagt frá hérna áður í Sopranos-þættinu þegar Kristoffer langar að vera handritshöfundur og færi eitthvað gaur til liðsins og hérna og hann er náttúrulega langt leitur í neyslið þá sko og þeir eru að skrifa saman og Kristoffer kemur svo böggar gæðin eitthvað og segir, við má ekki að tala við, ég var að skila Law and Order þetta eftir 2 daga eitthvað og Kristoffer skýtur hann í hausinn svolítið merking sem að gleyma alveg rétt byrði í hverju var þetta? Sopranos oh my god þetta var svo geð það var einn leikari Sopranos leikari að láta lífið í vikna Pussy maður, 80 ára gamall líka legend sko herðu, en hérna ég var meiri já, hérna þeir voru að tala um að myndasöguvinklin Frank Miller er búin að lýsa yfir mikil ánægði með þessa mynd í alveg? Wow. Og að þessi hann skóp nú held ég The Hand, þessar rauðu ninjur hann var mjög ánægði með að sjá The Hand í Marvel bíómynd sko mér finnst það bara mjög vel nýtt ég er mjög fein að The Hand var ekki aðalvondi kallinn það er það sem ég var að tala um og ég var að stressa fyrir já en það er nú ekki ónýtt að Frank Miller sé hress með þetta Oddur hefur talað svo illa sko The Hand í annari seríu af Daredevil já og það var eiginlega eina sem var eitthvað slaft við Daredevil Netflix ég fílaði The Hand sko en það er The Hand er betra fyrirbæri náttúrulega á pappír sko já, ég í Miller myndar sko þetta er ekkert búin að eiga neitt stórmót on film sko en mér fannst þetta vera vel höndlað í myndinu sko að fengum bara svona opening montage af Spiderman segra helling af óvinnum sem hann þarf að lemja þegar við höfum séð Spiderman svo oft verið að lemja fólk einmitt og þess vegna var með aftur sem koma hérna, Jean Grey vera mjög góður óvinnur sem hann getur ekki lamið einmitt hann þarf að vera gáða allir sér það er einmitt að ég er líka að koma því að náttúrulega það stuðaði mér rosalega að því að
Famke Janssen sem var leik Jean Grey í X-Men myndunum æðisleg sko og ég hef náttúrulega sagt frá því ofta en einu sinni í þessum þáttum að þegar ég fór á X-Men 3 blaðamannafundin í Cannes og sko hvað hún var ógeðslega eitthvað sjarmönd og heillandi sko þá kom allt liðið bara á svona opin blaðamannafund sko opin, allt kastið sko og hún var svona til dæla bara ómálið og svona, hún var bara svo fáránlega huguleg sko svo erum við batshit crazy í dag sko. Já, ég þorði eiginlega að segja þetta ég var að hugsa þetta að spyrja, hún væri ekki eitthvað klikk hún það krei held ég að þess vegna verður þessi Jean Grey ekki í Nei, þess vegna eru þau ekki að flýta sér að ráða hana aftur Segja mig meir, nú veit ég ekki neitt Hvað er hún, þessi kona búin að vera að gera? Nei, hún er bara, hún er bara eitthvað skrítin Já bara, hún hefur verið að tjá sig eitthvað svona svo J.K. Rowling svona Já, er það þannig? Nei, ég mæ eitthvað svo leið hún er problematísk Já, einmitt Já, en bara allir þess að því svo er ég núna, ég minn sem minn athyglisbest sko, þegar ég var að tala akkur fóð Pítur ekki bara í einhvern háskóla eitthvað svona, en hann var náttúrulega þú veist, einhvern veginn að refsa sjálfum sér og vildi ekki setja hann inn í hættu sem hann myndi kynnast og þess vegna var hann bara Spiderman bara, þú veist, algjör breyniak og með allt drastli frá Tony Stark það þarf ekki að vera að hanga í háskóla það leysir hann ekki öll mál og býr til bara einhverja sturlaða græjur bara svona, þú veist upp á háalofti einhverju reisi í New York Eitt sem mjög leðilegt sem aðdáðan Spiderman Hvað er Jonah Jameson? Daily Bugle Akkur var hann ekki ljósmyndari? Þurfti hann ekkert að sjá sér farborða í hinu eðlilega lífi Hvernig átt hann efna á íbúðinni? Hvernig átt hann efna á íbúðinni? Peter? Þetta er eitthvað ágætt að spurninga Ég einhvern veginn ímynda mér að hann er á launum hjá lögreglunni í getum helling af svona Shell companies Já í alveg það sem ég hugsaði hann er nógu áhuga að fatta eitthvað svona og hann eitthvað svona, leiðu bara ná þennan reikning og við kallum að Já, en hann bara svona svaraði bara þessum lögreglustjórum bara eins og hann væri bara launamaður hjá henni bara on the clock bara. Og ég meina íbúar New York eru bara mjög ánægð að borga Spiderman fyrir að gera með hvað er mikið trafík á illmennum hann Við tölum ekkert atriði þar sem hann var svona næstu búin að drepa lögreglumann Já Hvernig fannst ekki það? Geggjað allt með þetta hérna Spider Jean, ég fílaði það Spider Jean Grey Já, bara geggjumynd Hann er ekki lengra það Þetta er svo gaman að því að hina 3 myndar voru bara mjög góða líka og þú veist, John Watts myndar og þess vegna er svo, þú veist, skemmtilegt að þessi mynd er svona þroskasaga skilji, þú veist, það er svo mikil áhersla á hann bara sem persónu og tilfinningalíf og þess vegna held ég líka hún náði til svo breiðs hóps þú veist, hún nær til þú veist, bara fólks á öllum aldri þú veist, öllum kynjum líka held ég að þú veist, ef þú fílar rómantík þú veist, þá er þetta bara myndi fyrir þig ef þú fílar action, þá er þetta myndi fyrir þig þú veist, þetta er ef þú fílar Spiderman, þá er þetta myndi fyrir þig þetta er eitthvað svona en það er það ég held að og þeir hafa aðeins verið að tjá sig þetta Marvel, það bjóst engi við að hún myndi slá svona nei, þeir eru alveg bara gafandi skil ekki neitt frábær árangur og bara náttúrulega besta öllu það er bara húsvillir í bíó út allan heim, það er náttúrulega bara dásamlegt sko. Einmitt sko, geðu þetta allir sig að fara í bíó núna aftur Já og það er líka sko, það búið að tala náttúrulega myndirna sem eru búnar að fara yfir hennar múr á þessu ári eru náttúrulega Super Mario Galaxy Movie Já, nummer 2 Super Mario 2 og Michael Jackson myndin og Toy Story 5 og svo er það Spiderman og svo er náttúrulega bara Nolan er alveg að skríða yfir línuna sko, hann er þessu en líka sko svo, hvað heit hún hryllismyndin góða? Obsession Já, það er líka, það er hryllingur sem er fókusera náttúrulega á sambönd og tilfinningar og allt þetta sko, það er bara persónusköpun getur verið eins og Arnór Tómas segir að það verið náttúrulega aldrei vakning í Hollywood en sko, they smell the money sko, og þegar fólk er bara hrúast inn á myndir sem eru ekki bara CGI eða eitthvað flip sko einhver manneski í þessu það verður skrifin alltaf virka nákvæmlega á þess að helvítis TikTok generation sem skilur ekki neitt og veit ekki neitt
hvað TikTok mikil svona mikil svartól. Þetta eini samfélagsmiðlun sem ég opna og maður bara þú veist, svo bara liðin, já, bara 20 mínútur og bara, hvað búin að gera? Ekki neitt, þú veist, ekki neitt nema að flippa. Ég þannig á Instagram, ég ekki á Þetta á Reels, já. Já, ég ekki á TikTok sko. Þú veist, Reels bara, þú veist, tóku bara TikTok og ég veit stálu. Ég veit sorry, ég á TikTok einu svona ári og þá svara ég Oddi sem sendi mér hellingastöffi. Hvað notendunafnið þetta á Instagram aftur? Það Instagram þá limganga. Heyrðu það, Tóti? Já, Hvað finnst þér það? beint. Það er ekki flott. Limganga? Ég stend og fell með þessu, búin að vera með í 15 ár sko. Í hvað vísar þetta? Hæ? Í hvað vísar þetta? Í hvað vísar þetta? Það er góð spurning, þetta er bara eitthvað full sem ég bjóð til. Limganga. Limganga. Eitthvað limur sem gengur. Þetta Þegar þú sagði það Já, ekki. ég bara velti þessi fyrir mér. Nei, það er bara eitthvað með Spiderman. Strákar, ég bara elska þessu óreitu. Allir elska þessu óreitu. Ég meina, þú berð Spiderman saman með Superman, þú veist. Þetta er no contest. Taktu bara hvaða Marvel heitir sem og berja saman með Superman og Superman tapar alltaf. Það er bara leiðilegast að óreitu að hefa sko. Já. Mér fannst það skemmtilegur í fyrra. Ég fílaði Superman frá hérna. Já, mér fannst það stórkostlegur þegar ég sá Kristoffer Reeve fyrst í háskólabíó sko, hann 70 eitthvað sko. Hún er líka frábær. Hún virkar ennþá sko. Já, ég horf hann í fyrra, hún er ótrúlega vel tekin. Já, fáránlega komin. Wow. En hann er bara, hann er svo mikið yfirburða. Þetta er alltaf bara guð. Hann er Superman. Já, Superman, já. Sorry, ADHD hérna út allt. Daredevil, hvað haldið að hann hafa verið að gera meðan þessa mynd stóð yfir? Hann Nei, hann alltaf þekkir ekki lengur Peter Parker. Já, maður gleymur Þetta er galdur. Hvað var það? Já, var það í það var í Síðustu mynd sem hann var lögmaður. Já, var lögmaður, það var mjög skemmtilegt sko. Já, hvað ætla hann að vera að gera? Það er ekki bara í fangelsi, bara heyrur glas sem er að gerast. Já, við tókum nú hérna Daredevil, sástu Daredevil hérna nýjastu seríu? Já, ég var ánægðari með hann en þið voru með. Er það? Já. Tóti var ég var nú frekar Það var alveg ég sem var Já, og Arnar Tómas, þá tímuðu þið upp. Já. Nei, það var líka, þegar Spiderman er að díla við þarna þetta stökkbríði þarna í sér þarna og með heightened senses hann var bara eins og Daredevil þarna í smá tíma bara, heyrði allt alveg öll umhverfið og alltaf gera styrla sé þetta á þér í Marvel Einmitt sko Já, hvað var hann að gera? Ég sá eitthvað svona mím af hérna, hvað heit hann, Squidward í SpongeBob SquarePants og horf út á gluggan og út á gluggan, það var hérna Svampur Sveinsson og hvað heit fyrir stjörnu Pulsan Pulsan Stjörnafiskur, þeir eru að hlaupa svona að hafa gaman og þá var að Daredevil fangis og horfa á Spiderman og Punisher að hlaupa borgin Ég svo líka hann að Gordon Ramsay sem hann er eitthvað svona JJ og svo you fucking junkie og það var hvernig hann er við Spiderman og hvernig hann er við Daredevil en það er alltaf Daredevil fullorðinn maður og skilur það svo sem að smá en það var, hitt bara eitthvað 30 ára strákur í búning sko. Já, smá svona nitpick sem maður getur líka satt í lokin þegar Punisher er að segja hann hvað hann er stoltur og hann var hugrakkur, Spiderman ég hugsaði bara Punisher hefði bara hvað er það að fucking gera, fórstu fyrir kúluna mína gaslætani I never miss a shot en þetta er svona ég nitpicka en ég samt bara svona samþykja þegar mér varst það svo gaman Já, þetta var of mikið stuð sko og þeir voru að hlæja saman þegar hann var ég að sjá það Punisher gráta varst að gráta? Þetta var samt þetta var Punisher, þetta getur verið úr lítalega eppon sko Rick from Earth og bara eitthvað Mér er það smá verið svo fanfiction sko ég smá þessu ykkur aðdandi þegar skrifa þess að segja eitthvað sko bara því að mér fannst vera svo svona þú veist en það er líka bara það var svo gaman hjá þeim leikurunum sko. Þetta er bara árið metateksti John Bernthal leikur líka í The Bear þetta er bara þannig að vita auka myndinni þarna líka, er hann í þáttunum líka? Svo flashback sinnum, segi ekki meir en hérna þetta er bara stórkostlegt ég er bara þú veist, nei, þetta er ekki gallalaus mynd og mér fannst hún, þú veist, þetta er plott af
frekar fyrirsjónlegt og hérna, vondukall frekar fyrirsjónlegt og maður hefur séð þetta áður Jean Grey og búin að púsla þessu saman og bara, já, herru, þetta tele og herru ég sé allar myndina, sko, ég púslaði þessu saman Er það þegar þú búin að sjá fyrir myndina? Já, ég er búin að sjá allar myndina líka Dark Phoenix það er frábær mynd Já, nei En hvað viljið þið sjá næst í næstu Spider-Man mynd með Tom Holland? Ég var að segja Hobgoblin viltu sjá? Ég vil að Ned breytist í vondakallan Hobgoblin og það verður horrible Nei, það verður horrible, það verður heart-wrenching en þetta verður stórkostlegt Já, ég hef svo sem enga skoðanir á því sko. Ég vil bara fá meira af góðu stöfi með Spider-Man Ég ger nú ekki meiri kröfur en það sko. Nei, ég get líka ímynda mér að svona hópar svona, sem að þeir sína myndir skilju, eða svona bera hugmyndir undir svona, hvað kallar það, rýnuhópar focus groups Ég get ímynda mér að þeir svona, já, ég þekki Green Goblin og þetta er Hobgoblin það er alveg Þú erum að heyra af útgáfunni sem var klippt eftir meiningum þessa rýnuhóps Tom Holland sagði frá því, þetta er bara hræðilegt það var ekki það Hvað er það að tala um? Þeir náttúrulega eru með þessa testskrýningar sko, svo var bara gerð ein versjón af þessari mynd Já, með sniðin að sko, feedbackinu frá þessum fábjánum, þessum rýnihóp og Tom Holland sagði bara að þetta hefði verið skelfilegt Hvernig þá? Svo vond mynd Nei, ég veit, hann fór ekki í dítela með það bara, þú veist að ég hef aldrei þolað þetta bara frá ég heyri fyrst að því sko, endinu að breyta því að eitthvað rýnihópur eitthvað fuck you meina, ertu ekki með tilbúið verk sem þú ætlar að búa til ertu að sníða þetta einhverjum gallupópi sem að þetta kannski bara er allir hópurinn bara virkir í athugasemdum en þetta er ekkert eðlilega sko mikið gert af Marvel og þessum stóru stúdíu sko. og ekki hefur að skila miklum árangri greinilega síðustu árin Nei Hafið þið séð hérna It's Always Sunny in Philadelphia þegar þau fara í og verða svona hópur á svona focus group Já, að þið þurfa að fara hana myndin sem þið elska alltaf hana Thundergun eða eitthvað Thundergun, já Hefur hort að það þetta þú verður að horfa þetta er ógeðslega að finna þetta og plottið er svolítið, myndir ekki segja þau eru öll ógeðslega vond þau eru versta fólk í heimi og það er svo gaman að sjá þeim mistakast allt en allavega í þessum þætti, þá eru þau partur á svona focus group og þau gefa bara versta feedback ever og þetta er einmitt svona að segja þú fyrir þetta bara í myndina og framlindu bara eitthvað svona, geggja, þau vilja sjá svona eitthvað skelfilegar hugmyndir það veit ekki neitt Danny DeVito er í þessu ógæðislega ég ætla að senda þér linka á nokkra þætti svo getur byrjað að horfa hljóma ekki vel jú, er ég ekki með þetta alltaf á einhverjum sem veitum Disney Plus Disney Plus tók út þættina með Blackfish sko já, sem er, þú veist, hræðilega ákvörðun það ætti ekki að gera, þetta er svo fyndið sko. Þeir taka náttúrulega að gera Lethal Weapon sko. Þeir gera 2 tónum þeir gera sín eigin sem er það, ég ætla að senda það bara á YouTube já, gerð það Heru, eitthvað sem þið viljið segja meira Spider-Man fyrir utan hvað hann er amazing Nei, ég held ekki hann er spektakular líka amazing, Spider-Man Við ætlum að vera aftur í næstu viku, tótið ekki? Jú, það var að House of the Dragon Ég er mjög spenntur Já, það er 1 þáttur eftir hann fer í loftið á sunnudaginn 9. ágúst Þannig við mætum hérna einhvern og hérna bara rétt að geta þess fyrir alvöru fólk að hérna 25. februar á þessu ári þá vorum við með sérstakann þátt A Night of the Seven Kingdoms þáttur hashtag 139 hann er búin að vera að fá svolítið að hlustun í alveg? Já Hvað með það? Nú svona sko, rjómin á hlustendum tvekja topnum greinilega sko eru að fylgjast með House of the Dragon og hann var þá vita á því að fara í backlogin okkar á veitunum sko. Þetta er svo gott að heyra að því ég hef svo mikla ágræðið stundum að fólk áttið sig á því að þættirnir okkar heldast eins og gott vín Já, þeir eru bara alltaf nýjir Þeir eru standast tímast tönn Þannig að það er þáttur 139 það er alveg ótt að mæla með honum það er Night of the Seven Kingdoms þátturinn Já, hann er bara hvað er að gerast hérna? Maður sjá, er þetta í mismundu löndum líka? Já, hérna mikil hlustin í Svíþjóð Stefán, skilur þú hvað er að gerast þar? Næ, ég Við erum með gott bakgrunn í Svíþjóð Nei, mér var svona rétt að koma þess að sko að hérna, það er einmitt það er ekkert úldið Nei
Það nefnilega ekkert út í listanum sko. Við erum einhvern veginn bestir sko. Við erum einhvern veginn bara betur en aðrir Mætti segja þið sé á toppnum eða? Já, mætti segja við værum Einn eða 2 Já, mögulega Djöfull var þetta vant og líka rétt að koma því að við tökum við erum svo A-samtökin, við tökum ekki afstöðu í pólitískum dæguþræðs og deilumálum og þetta var djók hjá mér að sitja mynda okkur í Evrópusamband Oddur fekk alveg sjokk Þetta er mjög viðkvæmur Þetta er mjög viðkomið tími fyrir allt svona. Já, en ég tók eftir því að þetta hlusturinn á þann þátt, hún spækaði bara strax í byrjun sko, það var reyða fólki sko, bara að hlusta. Svo bara var ekkert talað með spila, nei, já, Já, nei, ekki neitt. Þetta var svona markarstöð. Hefur það ekkert með kvikmynd að gera eða? Hefur ESB á það? Hefur ekki að fá hérna fulltrúa, já til að sjá fulltrúa áfram Ísland hérna í hópina? Nei, í þáttina? Jú. Það er bestu Nei, tökum bara veljum eitthvað góða mynd sko, og svo fáum við einn frá hvorum og bara annar ætla bara alls ekki að sjá þessa mynd aldrei undir nokkrum kringumstæðum bara kemur ekki líka reyna Hingaði komin vildur þú já til að sjá við ætlum að tala um Independence Day eða Invasion of the Body Snatchers ég var að horfa á Invasion of the Body Snatchers í gærkvöld Donald Sutherland útgáfuna 78 Hvar varstu að horfa hana? Heima bara D.O.D. eða og þá einmitt sko var ég að hugsa sko þú veist þarna bara fólk breytist og verður svona hive-minded bara hjörð sko og ég var að reyna að setja í negið að sjá samhengi sko en þá eiginlega, já fólki þá eiginlega pot people sko, alienin sko og svo Donald Sutherland og Jeff Goldblum að sprikla í sko neyrhefingunni sko að reyna að verða ekki pot people sko það alveg nákvæmlega sko ekki mynd by the way ég spæði að vera að fara í kulnunarleyfi í ágúst já ég skal bara skrifa upp á það ekki það? Ég held ekki ég verða að fara í þessi mánu Hvað ætla að gera í kulnunarleyfinu? Kannski fara að sjá sólmyrkva sem eftir viku já það ekki frábæra hugmynd? Jú Ég held það sko Ég held að það hafi verið sólmyrkvi þegar ég var nýbyrjaður í blaðamennsku Í alveg? 99, getur það verið 27 árum síðan Já, ég man sko að þá var ég á Vísi sem var þá bara 3 blaðamenn og ritstjóri sko aðeins öðru sem hjá þér í dag og þá voru við með svona lítið hotn á ritstjóri DFF þetta var þá sama sitti sko Já og þá var eitthvað svona myrkvi og þá hlupa allir sko inn í ljósumdasafn og fengu svona gamlar filmur svo var allir að svona horfa á sólmyrkvan í gegnum svona þrefald lag af svona gamaldags filmum sko eins og ljósmyndir og teknar á í den sko Geðveikt. Ég var að sjá myndir af þessu það verður næturdimt þegar þetta kemur yfir miðandag ég vissi það ekki I was today old og þá þarf maður ekki að vera með eitthvað gler og góðn upp í himni ég skildi ekki alveg sko Hvenær er þetta áttur? Þetta er eftir sletta viku klukkan 6 það er liðið hjá eftir viku en það er 80.000 manns á landinu til að horfa á þetta sem að koma sem munu koma Heyrðu, en hvað, af hverju eru þið á Vísi ekki búin að taka upp fréttinum áhorfandan sem að rak svo heftalega við á Spiderman sýningu að það þurfti að rýma salin það hefur farið fram með okkur Hvað gerir það? Moviegoers evacuate Spider-Man brand new day screening after viewer lets rotten fart rip. Green Goblin dropped a bomb. Það er bara Green Goblin Yes Þetta gerist í alvörunni í Kólumbíu Í alvörunni? Í sína Columbia Multiplex Kólumbíu, hvað er viðkomandi búin að borða? Það er ekki fundin sko hann er ekki fundin Leita hann uppi Prumpa hann í alvörunni? Nei, það er náttúrulega kenningur það kannski verið eitthvað stinkbomb eða eitthvað en á meðan gátan ekki list þá er talað að einhver hafi getið rotna eggjarhæru og farið svo að sjá Spiderman og ég vona innilega að það sé the case algjörlega það er mikið skemmtilega en einhvers þetta stingbóminn sko svo ég myndi að einhverju krakka sem mæti hölkbúning fólkinu fyrir aftan til mikið sama risastór búning risastór búning life size ríkalegt sko það er en já Marvel tróið það lifir is back with a vengeance vel sko
Erðu, það frábært og það verður framhald það verður Kevin Feige mun ausa meiru í Marvel tróið á næstu misserum. Já. Stefán Atli Sitrisson, þú ert að fara að gifta þig. Það er ég að fara að gera, núna á laugardaginn. Og þú ert að fara að vera veistlustjóraður. Já. Ótrúlegt. Rándýrt kveðið maður. Það ekki? Jú. Ég trú á þessu. Það verður hvílíkur dagur. Þetta verður rosalegt. Já. Gott að koma hinga og fá svona break frá undirbúning. Já, öllum 1000 hlutunum sem að gera saman tíma. Er þið ekki örgulega búin að horfa á For Weddings and a Funeral, Wedding Singer, Wedding Crashers? Hvað fleiri myndir? Tóli? Nei, bara sorry, ég veit ekki. Reyndar ekki, en ég horfði hérna hins vegar fyrir svona mánuð síðan með beðið, þá horfði við á Series 6 af Buffy the Vampire Slayer og þar brúðkaupsáttur. Ég segi ekki meira því að Oddur hefur ekki séð þetta. Hann hefur ekki spilað. Það er langt sem ég sá þetta. Verður að horfa á Buffy? Buffy eru frábæri þættir. Verður að horfa á þetta? Þetta er geðvikt stað. Já, ég hef áhört á fyrsta með Master. Já. Fyrstu seríum minni. Hún er fín. Hún er fín. Tvö best. Vá, geðvikt. Fyrst þáttur Ted Lasso 4. Já. Besta sem hún sé. Nei, ég horfði á hann á hann. Hræðilegt. Nei, það er ekki hægt að segja það eftir eitt þátt sko. En hann er alltaf bara farin að vinna í bónus í Kansas eða eitthvað. Já. Og þau koma 3 saman, Hannah Waddingham og hún Juno Temple og skrýtni bókarinn að sækja hann sko. Já. Og hann er svona spák hvort hann að fara aftur til Bretlands og þjálfa stelpulið sko. Þetta bók er náttúrulega búið að taka allt yfir sko. Nú bara að gera Ted Lasso seríu bara eitthvað stelpubolta. Fær hann eitthvað þjálfa í Premier League? Ég veit ekki í hvaða lík stelpunar keppa sko. Nei, þessi þáttur segir man ekkert hvort þetta verði gott eða hvað sko. Ég hef ekki hugmynd hvað það er að tala um. Ted Lasso, hefur aldrei séð Ted Lasso? Nei. Þú myndir fíla það. Þetta er bandarískan gaur sem er fenginn sem svona í svona hefndaraðgerðina óavitandi, hann veit það ekki, af konu sem á svona breskan fótboltaklúbb í The Premier League, ensku úrvalsdeildinni. Hún stendur í skilnaði sko og ætlar að sabotasa liðið fyrir kallinu sem hún skiljaði sko og þannig að hún ræður hennan lúða frá Bandaríkjunum til þess að stýra liðinu. Þetta er gott. Þetta hérna? Já, þetta er ógeðslega gott koncept og þetta er mjög skemmtilega þetta er svolítið svona fyrsta serían á Apple TV Plus sem að slóði gegn. Og heitir hann ekki Sudeikis? Jú, Jesus Sudeikis sem var giftur henni Olivia Wilde. Já, minnst ekki á ógrátandi. Herru, ef við ekki sleppa þér Stefán út í daginn? Jú, förum að kalla það gott. Tóti? Já, þetta er búið. Takk fyrir þig. Já, það var frábært. Takk fyrir þetta. Og takk fyrir að hlusta. Minnum á næstu viku og toppfólk. Já, og þátt #139. Og gefa okkur stjörnu líka. Já, hvað er stjörnuna? Gefa okkur 5 stjörnur, ekki 4,6 eins og við erum með núna. 5 stjörnur. What? Já, gali, þetta er árás. Þetta er cyber attack. Þar til næst.